Nú ætla ég að kynna fyrir ykkur íslenska hluta Wikibóka, en það staðurinn þar sem ég vil að þið skilið vefrallíi, vefleiðangri og námsefni á vef. Og slóðin á íslenska hluta Wikibóka is.wikibooks.org, en þetta vefstaður, vefsetur þar sem hver sem getur skrifað inn námsefni. Og við ætlum að skrifa inn námsefni sem heitir vefrallí, og ég búin að búa til Wikibók sem heitir vefrallí, og ég ætla að láta þetta vera þannig að ykkar verkefni séu hvert sig einn undirkafli í þessa bók. Það að segja hver nemandi geri eitt vefrallí sem þá undirkafli í þessa Wikibók sem heitir vefrallí. Og þeir geti komist á forsíðunni á wikibooks.org, is.wikibooks.org, þá getið komist inn á aðalsíðuna vefrallí og ég smelli hérna á, og hér þegar komin 3 vefrallí, og segjum að þið ætlið að séu búin að semja vefrallí og ætlið að bæta því við, og þetta sé vefrallí íslenska plöntuvefinn. Þá byrjið að smetla hérna á breyta, og þetta plöntuvefur hjá Námsgagnastofnun, og til að þá bætið þið ykkar verkefni hérna aftast í listan með að segja hérna stjarna, þannig að það komið svona punktur fyrir framann, og svo gerið þið skástrik og síðan segið þið heitið eða titilin á ykkar verkefni, og ég ætla að segja íslenski plöntuvefurinn, og síðan dekki ég þetta og gera þetta tengli. Þá fer ég hérna AB og gera þetta tengli, og þá kemur svona hotklofi, tvöfaldur hotklofi, að þetta innri tengil, og svo fer ég niður á síðuna og smetla á vista. Og það sem þá kemur að við erum búin að búa til tengil, en það engi síða á bakvið þennan tengil, og það einmitt það sem við ætlum að gera næst, að það að búa til síðuna sem vefrallí íslenska plöntuvefinn. Þá smelli ég hérna á rauða tengilinn, og þá kemur you have followed a link to a page that does not exist yet, og til að búa til þessa síðu byrjaðu þá bara að skrifa inn í bóksið hérna fyrir neðan, og ég geri það, og það sem við ætlum að skrifa inn að við ætlum að skrifa inn hver bjóð til þetta vefrallí og segja fyrir hvað nemendur þetta og biðja að það sé svarað eftirfarandi spurningum með því að skoða ykkur ákveðna slóð. Og það sé tekinn tími. Nú síðan spurningarnar taldar upp, og ég hef svona númerist merki hérna fyrir framan, af því að þá kemur númer fyrir framan þar, og ég bara með nokkra spurningar hérna, þetta að hafa allavega 15 spurningar. Svo smelli ég á vista. Og af því að það var tengill á síðunni, þá ég beðin að staðfesta, og ég vil fara að skrá inn orð. Þetta svona til að koma í veg fyrir að það sé einhver sjálfvirk skráning á svona ruslpóstur sem að koma á síðurnar. Þannig að ég segi vista. Nú þá vefrallið tilbúið, og það eina sem ég ætla að bæti núna að ég ætla að bæti mynd, og gerum ráð fyrir að ég viti mynd á Wikipedia Commons, þá viti ég nafn á einhverju mynd, og ég er búin að líma það inn í minni hjá mér, og nú ætla ég að fara á breyta. Þetta mynd af Baldusbrá sem ég fann á Wikipedia Commons. Þá fer ég í breyta, og ég ætla að setja myndina hérna efst. Þá
þá smelli ég hérna á mynd, setin mynd, og í staðin fyrir textan hérna sýnisorð.jpg þá lími ég inn slóðina eða nafni á myndinni þar sem á Wikipedia Commons. Og ef ég vildi hafa myndina litla, þetta var stór mynd af Baldursbrá, þá held ég niður allt og ít á pípu og segi thumb, allt og pípa, og síðan segi ég hversu stór myndin á að vera og segi mig ég ætla að hafa hana 150 px og síðan allt og pípa, og ég get ákveðið hvort hún er hægri jöfnuð eða vinstri jöfnuð, segi mig ég ætla að hafa hana vinstri jöfnaða, og síðan get ég líka sett allt og pípa og sett einhver texta með myndinni. Og ég get alltaf farið í forskoða og séð hvernig vefsíðan lítur út hjá mér, því þá vista ég ekki alveg strax, og ég geti stækkað eða minkað myndina eftir hvernig ég vildi hafa hana. Og þegar ég er ánægð þá smelli ég á vista.